Sjávarstef og sálmar í flutningi Gunnars Gunnarssonar og Sigurðar Flossasonar. Danshöfundur er Lára Stefánsdóttir. Sálmar lífsins í sjónvarpinu á nýársdag. Fátt er meira spennandi en flugeldar. En þess vegna er mikilvægt fyrir fullorðna að skilja ábyrgð sína að börn séu ekki að handleika flugeld eða blys nema undir eftirliti fullorðina. Það eina sem er ætlað börnum er sérstaklega merkt þeim. Það eru svona blys og stjörnuljós. Haldið börnum í góðri fjarlægð frá þeim stað þar sem verið er að sprengja og leyfið þeim ekki að fara með þeim sem ætlar að skjóta upp. Þau eru ekki eins fljót að víkja sér í burtu ef eitthvað fer úrskeiðis. Fólk sem slasast er í flestum tilfellum hvorki með öryggisgleraugu né hanska. Þetta segja tölur frá slysadeildinni. Þessi tveir einföldu hlutir, gleraugu og hanskar, geta skipt sköpum. Það er mjög mikilvægt að foreldrar fylgist með því að börnin þeirra séu ekki að taka í sundur flugelda og búa til eigin sprengjur. Það fylgja leiðbeiningar með öllum flugeldum og eftir þeim á alltaf að fara. Það geta leynst ósprungin skot í tertum sem búið er að kveikja í. Og þetta getur verið hættulegt ef börn safna saman tertunum á eftir og ætla síðan að kveikja í þeim. Við mælum með því að bleita vel í tertum eftir að búið er að nota þær til þess að koma í veg fyrir slys af þessu tagi. Kæru landsmenn, ég vil þakka fyrir mína hönd og SO samstarfið á liðnu ári. Þetta búið að vera ánægjulegt ár fyrir mig, þetta búið að vera fræðandi og skemmtilegt að fá að fara í alla þessa skóla og foreldrar, við skulum muna það að við erum fyrirmyndirnar, því skulum við velja rétt á nýju ári. Gleðilegt ár öll saman. Það skiptir máli að velja rétt. Nú flytur Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri kveðju frá Ríkisútvarpinu. Flutt verður tónlist eftir Emil Thoroddsen, framkoma söngvararnir Ólafur Kjartan Sigurðarsson, Sesselja Kristjánsdóttir og Snorri Víum. Jónas Ingimundarson leikur á píanó. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Bernhards Wilkinsson og karlakórinn Fóstbræður syngur undir stjórn Árna Harðarssonar. Dagskrárgerð annast Andrés Indriðason. Texti kveðjunnar er á síðu 888 í textavarpi.